Góðan dag og verið velkomin hingað í vef útsendingu Flokks fólksins á Facebook. Þetta sunnudags spjallið sem við höfum hér. Við vorum hér í fyrsta skipti fyrir viku síðan og þá var það Inga Sæland sem talaði við Ástu Lóu Þórsdóttur sem stjórnarformaður hagsmunasamtaka heimilanna. Og þær voru að ræða saman hér í hálftíma stjórnmál og Ásta Lóa ætlar að fara í framboð fyrir Flokk fólksins. Þannig að þetta var svona kynning á henni. Og nú í dag þá ætla ég, Magnús Þór Hafsteinsson, að ræða við annan góðan gest, Tómas Andrés Tómasson, veitingamann, örnafni Tomma, margir kannast við hann, þekkjan. Tómi, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að taka mig í viðtal. Já, þú ert mættur hingað sem væntanlegur frambjóðandi Flokks fólksins í komandi alþingiskosningum sem verða þá sennilega næsta haust, ekki satt? Jú, það tíminn til kominn. Maður er orðinn 71, að vera 72, þannig að það ekki mikið eftir. Jæja, og þó? Já. Þú segir eitt skot í byssunni? Já, eitt skot í byssunni. Það er gott að nýta og miða vel. Já. Þú hefur nú komið víða við í gegnum tíðina, ekki satt? Jú, ég var aðalega verið í veitingarekstri. Ég byrjaði raunverulega 16 ára gamall að sópa portið niður í Austurstræti hjá Prímapulsum og selja pulsur. Það var svona mín fyrstu kynni af veitingarekstri og mér líkaði það bara mjög vel. Og svo fór ég að læra að vera kokkur seinna. Þegar ég var 18 ára þá fór ég að læra að vera kokkur hjá Loftleiðum upp á Keflavíkurflugvelli. Og svo hélt þetta bara svona áfram. Já. Og þú fórst svo síðan þá í eigin atvinnurekstur, ekki satt? Jú, ég var svona, í fyrstu árin var ég nú að vinna hjá öðrum. Ég var nú hjá Loftleiðum alveg 6-8 ár og síðan sá ég félagsheimili Festi í Grindavík. Já. Og árunum 74 til 77. Og eftir það fór ég til Ameríku og fór þar í háskóla og lærði hótel- og veitingarekstur. Kom svo tilbaka og var svona, það gekk á ýmsu í mínu lífi þá. Ég þurfti að leita með hjálpar hjá S.A.A. En þegar ég kom þaðan úr meðferð, sem sagt þarna mitt árið 1980, þá æxlaðist það þannig að kunningi minn spurði hvort ég hefði ekki áhuga að hjálpa sér að opna hamborgarastað og mér fannst það svona eftir að hafa verið í Ameríku og skoða öll steakhouse-ina sem að ég hreyfst mikið af. Mér fannst það svona kannski pínlítið fyrir neðan mína virðingu að fara í hamborgara. En svo kom í ljós að þegar við fórum á stað niður á Laugavegi 116 opnuðum þar stað sem hét Vinnís og þá bara komst ég að þeirri niðurstöðu að ég kunni bara ágætlega við þetta og mér fannst hamborgara mjög góðir. Þannig að ég var svo heppinn líka þegar ég var í Ameríku í náminu að synir mínir, þeir rifust það hvort við ættum að borða á McDonald's eða Burger King. Þannig að við skiptumst alltaf á annarkvort föstudag að fara á sitthvorn staðinn og þá kom í ljós að eftir allar þessar ferðir á hamborgarastaði að þá vissi ég bara heilmikið hamborgara á þess að gera mig grein fyrir því. Svo og í kjölfarið á þessum stað á Laugavegi þá opnaði ég ásamt fleirum náttúrulega en aðalega ég þó Tomma hamborgara sem voru á Grensásvegi 7. Og það var bara lyginni líkast, það var eins og fólk hafði aldrei fengið að borða áður, það var brjálað að gera, miklu meira til nokk til hona og svo bara einhvern veginn spannst þetta svona einhvern veginn upp og var meira og meira og opnuði marga staði og alls konar. Það gekk mjög vel? Já, fyrsti staður gekk mjög alveg lyginni líkast. Þú fannst nánast upp peningavél hana? Já, algjörlega. Við seldum fyrsta árið 350.000 hamborgara bara á einu stað. Það var bara einhver líkt, það var 1000 hamborgara á dag. Og þetta þá 1980? Já, 81 reyndar, já. Þannig að núna í næsta mánuð eru 40 ár síðan við opnuðum. Og þannig að það er svona, tíminn hefur liðið, mjög hratt. Já. Og þú varst víðtækur í veitingarekstri, þú varst með skemmtistað og Hótel Borg á tímabilinu? Jú, það var þannig að ég eftir 3 ár, ég sagði því að ég opnaði Tomma hamborgara, ég ætla að vera hér í 3 ár eða selja 1 milljón hamborgara. Ég var svona ungur og kokki og það stóð á endum að þegar 3 árin voru liðin þá var búið að selja 1 milljón borgara af því að ég hafði opnað fleiri staði sko.
og þá fór ég í vettvangsrannsókn fyrir Ameríku og datt þar niður á hérna, eða ég reyndar, sko ég sá það í fyrsta skipti í London reyndar, mjög frægan stað þar sem heit Hard Rock Café. Og hérna, það var bara eins og manni mælt að þegar ég labbaði inn á Hard Rock Café fyrsta skipti, þá horfði ég í kringum mig og hérna, ég sagði bara við sjálfan mig, þetta ætla ég að gera á Íslandi. Og hérna, og það tók nú reyndar, þetta var hann í ágúst 83, en við opnuðum síðan Hard Rock Café loksins í Kringlunni í júlí 1987. Og þar var ég í 10 ár, en svona á sama tíma þá opnaði ég hérna Ömmu Lú sem var skemmtistaður hérna í Borgarkringlunni. Og svo sem sagt, þegar málið var að þegar ég var að leita að staðsetningu fyrir Hard Rock Café, þá datt mér í hug að setja Hard Rock Café inn á Hótel Borg. Svo ég fór að skoða Hótel Borg og ég fór að sniglast þar eitthvað upp og niður stigana og skoða herbyggin og svona, og þá fékk ég einhverja bakteríu og ég sagði við sjálf mig, hérna þetta vil ég gera, ég vil vera Hótel Borgargæi. Og hérna, og svo var það einhvern tímann hérna 1992 að hérna, það var hringt í mig og sagt, já heyrðu, þú ert svo mikið áhuga á borginni, nú á að fara að selja borgina. Og ég bara hljóp til og talaði við borgarlögmann og það varð úr að ég keypti borgina og var þar í 10 ár, breytt henni verulega. Nú ertu búin að vera í atvinnurekstri hér á Íslandi í ríflega 40 ár. Já. Hvernig hefur það gengið svona heilt yfir? Er erfitt að reka fyrirtæki í Íslandi? Nei, sko það er erfitt að reka fyrirtæki ef það er undir fjármagnað. En hérna er svo framalega sem maður tekur ekki mikla áhættu, en allur rekstur er áhætta. Og hérna, og við höfum verið mjög heppið með starfsfólk og ég hef sérstaklega verið heppið með yfirmenn. Ég læti yfirmennina síðan bara sjá rest. Og eins og Jón Þorláksson, gamli hérna sem var útgerðarmaður og forsætisráðherra, hann sagði, starf mitt ævina hefur verið að láta aðra vinna verkin. Og ég er svolítið svoleiðis, sko, því að hérna, þegar upp í staði þá er ég með hérna 15 þumalputta og 3 vinstri hendur. og þeir sögðu því ég var að læra að vera kokkur, þá sagði meistari minn, Ólafur Tryggvason hét hann sagði, hann var spurður að getur Tómas eitthvað eldað? Og ég heyrði hann segja, þegar hann sá mig ekki, hann vissi ekki ég var á staðnum, ég heyrði hann sagði, Tómas, nei, hann getur ekki soðið rakvatn nema að brenna það við. Þannig að hérna, að það er svona, má kannski lýsa því hversu mikil matreiðslumaður ég er, sko, þó ég hafi reyndar einhvern veginn náð matreiðslumannsprófinu. En hvernig er að reka, þú hefur reynslu á því að reka fyrirtæki hér á Íslandi og svo hefur líka reynslu á því að reka fyrirtæki erlendis, því að þeir eru líka með staði í útlöndum, meira að segja enn þann dag í dag. Já. Er munur þarna á? Það er oft talað um það að sé allt ómögulegt hér á Íslandi og það sé erfitt að vera með fyrirtæki á Íslandi og þetta sé allt miklu betur í útlöndum. Hver er þín reynsla? Sko, við vorum svo heppin að hérna, við opnuðum hérna búluna í London 2012. Og það var svona í byrjun svona ákveðnar hamborgaraöldu sem var þá að svona myndast í London, svona hamborgara sem eru ekki eins og McDonald's og ekki sko kannski eins og steikhús, heldur svona mitt á milli, svona, það má kannski segja, þeir segja útlensku cooked og order, þú kemur pantar hamborgaran, býður og svo er hann eldaður fyrir því sérstaklega. Þannig að þetta er svona svo tegunda hamborgur sem við erum að selja. Og við opnum hérna í London, eða þeir gerðu það reyndar strákarnir sem áttu Laundromat, Hallur og hérna og Valgarð og við raunverulega óðum blint út í sjóinn því að hérna við þekktum raunverulega ekkert London. En einhvern veginn var það þannig að tengsl mín við Hard Rock Café og eitthvað Hótel Borg gerði það verkum að hérna fólk hafði áhuga á því sem við vorum að gera og við opnuðum og það var bara eins og manni mælt að staðurinn fylltist bara á fyrstu vikuna. Og hérna hann var og er ennþá opinn reyndar, við erum komin 2 staði í London og þú spyrir er það erfiðara að reka fyrirtæki í útlöndum heldur en á Íslandi? Þetta er mjög svipað. Þetta er business is people segja þeir. Og maður er bara að díla með það sama. Reyndar er það þannig í þessum löndum að verðlaga miklu hérna hófstilltara. Þú getur ekki hækkað svona eins og á Íslandi tíðkaðist það í gamla daga að maður hækkaði bara 3 mánaða fresti. Verðbólgan var svo há.
út í heimi þá einhvern veginn verðlagi bara því bara haldið eins mikið niðri og hægt og maður verður bara að sætta sig við það. Vinnulaunin eru svona svipuð í hlutfalli. En já, þú ert greinilega maður með gríðarlega mikla reynslu og búinn að vera í farsælum atvinnurekstri núna í rúmlega, næstu því hálfa öld, getum við sagt? Já, segðu. Þú ert núna, komin yfir 70, þú ert orðinn eldri borgari? Já. Og núna segistu eiga eitt skot eftir í byssunni og þú ætlar að spandra því á pólitíkina, eða hvað? Já, Af hverju ertu komin í stjórnmál? Sko, fyrir 2 árum síðan þá dró ég mig til hliðar og sonur minn Yngvi Týr, hann tók við rekstrinum og ég hef bara svona verið meira upp á pund. En ég hef alltaf haft það á stefnuskrá minni að fara út í stjórnmál. En hvað það sem þú brennur fyrir í stjórnmálum? Af hverju gengur til þessu Flokks fólksins? Já, Flokkur fólksins náttúrulega hefur látið sig varða verulega hag eldri borgara og ég vissulega einn af þeim. Þannig að ég svona einhvern veginn, mér rennur blóðið til skyldunar. Og Flokkur fólksins hefur líka látið sig varða hag öryrkja og þeirra sem minna mega sín og svona einhvern veginn, mér finnst þeirra okkar stefnuskrá vera einhvern veginn eitthvað sem höfðar til mín og ég er tilbúinn að berast fyrir. Þú hefur stutt við ýmis samtök í gegnum tíðina? Já, ég hef haft það fyrir reglu að ef hjálparsamtök biðja mig um eitthvað, segi aldrei nei. Og ég til dæmis, ég fór í meðferð hjá SÁA þannig að þeir hafa alltaf verið á listanum yfir þá sem ég hugsa hlýtt til og fleiri. Kristilegar útvarpsstöðvar og svona, þetta hefur allt saman verið svona ofarlega á dagskrá hjá mér. Hvernig finnurðu fyrir því sjálfur núna þegar þú ert orðinn eldri borgari? Já. Þessum skerðingum eða svona, hvað það sem finnst helst brjóta á varðandi til dæmis eldri borgarana? Mér finnst það svona óréttlátt sko þetta króna fyrir krónu vera að draga, sko nú fá eldri borgarar í gamla daga var þetta kallað ellistyrkur en þeir Tryggingastofnun borgar eldri borgurum svo mikið en það er alltaf verið að skera af því og þannig að eldri borgurum er raunverulega ekki gert kleift að vinna eftir að þeir fá greitt úr Tryggingastofnun og mér finnst það mjög óréttlátt því að besta starfsfólki er raunverulega það sem komið með reynslu og hefur áhuga á því að vinna og ef eldri borgari vill vinna þá á hann að fá að gera það á þess að þessi verið að skerða hag hans. Já, nú er mjög margt fólk í dag, náttúrulega það var orðið svo mikla framfarir að fólk, eins og til dæmis þú, 70 fólk getur verið bara í fínasta formi þó að sé komið á þennan aldur, góða heilsu og getur átt heilmikið eftir og getur átt heilmikið að gefa til samfélagsins og hvers vegna ætti það ekki að fá að gera það ef það vill það, hefur heilsu og getur til og vilja og löngun. Já, akkurat. Ég vitna stundum í það Warren Buffett sem nú þekktur svona fyrir að fjárfesta í fyrirtækjum út í Ameríku. Hann var spurður að því af hverju hann fjárfesti svo mikið í fyrirtækjum sem að stjórnendur væru allir eldri, heldur en yngri. Og hann sagði þessa dásamlegu setningu That's because it's so difficult to teach young dogs old tricks. En fullorðna fólki að það er að kenna ungum hundum gömul trikk. Já, gamla siði sko. Gamla siði, Og tilfellið er að þetta hefur ekkert breyst. Það er meira sem sagt að ef kokkarnir sem voru uppi í Rómaveldi myndu vakna til lífsins í dag, þeir getur labbað inn í eldhús og byrjað að elda því það hefur ekkert breyst síðan þá, 2000 ár. Og eins er það í rekstri, þetta er allt saman grundvallaratriðin eru þau sömu. Business is people, ég meina við erum alltaf að eiga við fólk og þetta snýst það. Þú ert náttúrulega búin að veita hundruðum, ekki þúsundum manna vinnu gegn tíðina, ekki satt? Já, það skiptir, sko, það voru stundum á Hard Rock Café voru kannski 1000 manns sem fengu launaseðil eftir árið því að við vorum með svo mikið af fólki í lausavinnu sem kom og fór og var bara einhverja mánuð og svona og fullt hús af starfsmönnum. Námsfólk og aðra? Já, algjörlega. Og það er líka svolítið svona áhugamál mitt með námsfólki sko, bestu starfskraftarnir sem maður fær í aukavinnu svona í hlaupavinnu, það eru fólk sem er í háskóla
en það einhvern veginn, það dregið úr þeim starfsviljinn af því að það lækkar námslánin. Sem sagt þannig að þau eru skert á móti því sem þau þéna. Já, það mjög ósanngjarnt vegna þess að þegar fólk útskrifast úr háskóla að ef það hefur unnið með skóla þá var það miklu betri starfskraftur heldur en þeir sem hafa aldrei unnið með skóla. Af því þú fær svo mikla reynslu bara í vinnunni sem er ekki að kenna þér á bókunum í háskólanum. En það er fræg bók sem ég held mikið upp á sem heitir What They Don't Teach You at Harvard Business School. Það bara snýst það að lífið sem þú lifir ekki sama og lífið sem þú lærir Áttu þeir draumum að taka sæti á þingi? Það sjálfsögðu. Já, maður hefur dreymt það lengi? Já, alveg hreint síðan 1978. 1978? Já. Þú hefur þá fylgst með þjóðmálumræðinni? Já, svona, já, ég hef alltaf verið hvoru. Alltaf verið mikið að gera hjá þér oft á tíðum? Já, en þetta hefur alltaf verið sko aftarlega hérna fyrir aftan að ég ætla í stjórnmál þegar tíminn er kominn og núna er tíminn kominn. Og þá brennur þú helst fyrir málefnum aldraðra og öryrkja, þú talar námsfólk. Já, og þá sem maður náttúrulega glíma við vímuefna vandamál og slíkt sko. Já, þú nefndi líka áðan einn tók sem við vorum að rappa saman hérna áður við fórum í útsendinguna sem voru einstæðar mæður. Já, maður lifandi. Móðir mín var einstæð móðir og hennar líf var bara martruð alla tíð. Nú já. Og þannig að ég sjálfur hef verið einstæður faðir, þannig að ég læt mig það varða og ég hef hort á að því ég náttúrulega var með annan fótinn alltaf á barnaheimilunum þegar náði dætur mínar sem voru í Tjarnarborg til dæmis, að þá bara var maður var við það að það var fullt af einstæðurum maðurum sem áttu mjög erfitt líf og mér finnst það mjög verðhugavert að einhvern veginn finna út úr því hvað hægt er að létta undir byrðina hjá einstæðum foreldrum. Já. Þannig að þetta er spennandi. Ertu alveg hættur að vinna í dag? Sko, í tómaborgurum með veitingarekstrinum? Já, ég er svona upp á punt. Það var þannig fyrir 10 ára síðan að þá var tekið mynd af með mikið skegg og sem var nú svona svolítið ævintýri og sú mynd hefur verið notuð gjarnan og er upp á vegg á þessum stöðum okkar og þannig ég kem svona þegar eitthvað er að vera og þá horfir fólki á mig og segir hvað er skeggið? Ætlarðu að safna aftur? Ekki svona sem ég gerði þá. Nei. Var það eitthvað veðmál eða hvað var það gekk á það? Já, það var þannig að Úlfar nokkur Eysteinsson sem átti veitingastæðið 3 frakka. Hann var í útvarpsviðtali og það var spurt af hverju með skegg Úlfar? Þá sagði hann ég er að mótmæla og hver er þetta að mótmæla, sagði konan sem var að tala við hann. Nú háum stýrivöxtum. Svo ég hringdi í Úlfar daginn eftir og sagði heyrðu ég ætla að mótmæla með þér. og svo var ég svo heppinn að blaðamaður frá Fréttablaðinu sá mig með skegg og spurði hvað er þetta með skegg Tommi? Og ég sagði ég er að mótmæla háum stýrivöxtum. Og það kom mynd af okkur Úlfari daginn eftir á baksíðunni. Tommi og Úlfar eru að mótmæla háum stýrivöxtum og þetta var semst árið 2009 og svo í hvert skipti sem að stýrivextir voru lækkaðir því þeir voru 18% á þessum tíma þá var alltaf mynd af okkur Úlfari og svo óx skeggið og verð meikið og svona, ég var orðinn svona svolítið eins og villimaður og jólinn þá fórum við í 20 barnaheimili eða held ég hafi verið og gáum 1100 börnum kert og spil í jólagjöf og sungum jólasöngva. Og svo í janúar þá hringir Már Guðmundsson, þáverandi seðlabankastjóri, í mig og segir, heyrðu Tómas, á morgun ætlum við að lækka stýrivextina niður fyrir 10% og það er það sem þið hafa verið að stefna að þegar Úlfar og ég ætla að bjóða ykkur upp á rakstur í anddyri seðlabankans. Og við mætum þar og þá voru allir fjölmiðlar mættir og þarna sátum við eins og greifar í þar til gerðum svona rakarastól og það kom danskur rakari sem að rakaði okkur svona gamla mátar með svona sköfu. Já, og þetta var mikil uppákoma og þannig að þetta var svona mjög skemmtilegt.
tímabil. Þannig að þú hefur verið svolítið aktivisti líka þá, svona inn á milli. Aðgerðarsinni. Já, svona, og margt af þessu kemur nú bara svona því maður er svo hvatvís og það dettur í hug eitthvað, bara sniðugt að gera þetta, gera hitt og svo bara já, auðvitað. Og þetta var eitt af því, skilur þú? Þetta vakti mikla athygli, ég man vel eftir þessu. Já. En þú hefur ekkert svona áður svona neitt svona skiptir á pólitík þanniglega séð? Nei, ég hef ekki gert það. Ég lét mér varða svolítið hag bænda því að ég keypti svo mikið nautakjöt hérna uppalega hjá Tomma hamborgurum. Og mér fannst svona að þeir vera mínir menn og reyndar ég ennþá. Og hérna þannig að þess vegna hef ég svona alltaf haft svolítið áhuga á þeim. Þið kaupið gríðarlega mikið af nautakjöti. Þú sagði mér hérna áðan við fórum útsendinguna að þið værið að selja 500.000 hamborgara hverju ári hér á Íslandi. Já. Það var ekkert smáræði. Nei, við vorum einhvern tímann láta okkur dreyma það að opna okkar eigið hérna nautabú. Eins og Helgi Gói lét opna fyrir sig kjúklingabú. Og þá komumst við að því að til þess að annað eftirspurn, okkar eftirspurn eftir nautakjöti, þá þyrftum við að hafa 1000 mjólkandi beljur undir sama þaki. Og það hérna, okkur dætti, þú veist, við sáum bara... Það er þá stærsta kúabú landsins. Já, hugsa ég. Þannig að hérna, en svo skeiði það fyrir nokkrum árum síðan að það var svo mikið nautakjötsskortur og hérna sem ég held að hafi nú verið vegna þess að bændur fengi ekki nógu mikið fyrir kjötið, þannig að þeir hættu að ala til slátrunar. Þannig að það var gefið leyfi til þess að flytja inn kjöt, erlend kjöt, það var gefið út kvóti eða svoleiðis. Og við höfum sem sagt notast við erlend kjöt núna í nokkura ár, en við bíðum spenntir eftir því að geta nota íslenska kjöti því að þegar það er, þá er það jafn gott og jafnvel betra heldur en gott útlandskjöt. Það er mjög góður stofn hérna, nautakjötsstofn á Íslandi. Þannig að menn þurfa bara að auka framleiðsluna íslenski bændur til að eftirspurninni frá ykkur. Já, en við erum svona freka kröfuharðir á hvaða vöðva við notum og sko það talaði UN1 og UN1 stjörnuflokkur og UN2 skilur þetta ungnetakjöt og svo er K-kjöt sem eru beljur og við viljum bara fá UN1 nautakjöt og meðan það er ekki hægt að fá það í því magni sem við viljum og þá neyðumstu til þess að flytja inn sko. Já, Tómi, tíminn líður hratt og þetta fer nú að nálgast lokin hjá okkur. Ég verð nú áður en við hættum að fá að dásta þessari peysu sem þetta. Já, þetta er flokkur fólksins. Þetta er merki flokksins. Já. Dúan og F-2. Já. Þetta kom Hvað í ósköpunum fannst þetta? Það var hérna góð vinkona mín í Mosfellsbænum sem að hérna gaf mér þetta bara svona því hún hafði séð, ég með tattoo hérna líka. Já, merki flokksins. Merki flokksins. Þetta sama merki á peysunni. Já, og hérna, og þannig að þetta var svona í stíl. Þú fékkst þér þetta daginn? Já, hjá hann og Fjölnir. Hjá hann og Fjölnir, tattoo? Já. Hvernig er hérna, er ekkert vont að láta hérna tattoo vera þessu svona? Ekki þegar maður er vanur. Þá veit maður hvað er framundan. Þetta á góðum degi getur þetta verið kannski svona 1,5 tími sko. Ef tattooið er stórt, jafnvel 2 tímar. En maður venst því og býtur bara á jaxlinn og... Ertu að safna? Já, svona, já, ég er með nokkur. Já, en það er ekkert langt síðan þú byrjaði á því, eða hvað? Nei, ég fékk mér eitt tattoo hérna því ég var 22 ára gamall. Það var bara svona lítil sæt rós eins og sjómenn voru gjarna með, annarkvort rós eða akkeri. Og svo var það bara fyrir svona 3-4 árum síðan að ég byrjaði að safna og núna er ég komið með svona allavega 15-20 sko. Það eru kannski ekki margir eldri borgarar sem eru að safna tattoo. Nei, sko, dreams die first. Maður verður að hafa gaman að þessu. Og hérna það er ekki fyrir maður sko hættir að hafa drauma og hættir að leika sér að maður verður gamall. Þangað til maður bara ungur. Aldur er bara að tala. Akkurat. Og nú skellur þér yfir í félagsmálin, stjórnmálin, pólitíkina. Já. Ertu ekki hræddur við að fara inn í þann heim? Nei, það verður bara að koma í ljós og hérna, takast á við þetta eins og það er. Já. Og raunverulega, eins og ég sé þetta, að við Íslendingar, við viljum allir það besta fyrir Ísland. Þú veist, þetta er bara örlítil svona áhersluatriði hér og þar sem hægt er að einhvern veginn vinna út úr. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Ég held að það sé alveg rétt, já. Það vilja allir kannski vel, en svo náttúrulega deilum við aðferðirnar og leiðirnar að þessum markmiðum. Ég hugsa að það sé svona 80-90% af því sem við erum að gera sem allir eru sammála svo er það bara þessi 10% svo sem að raunverulega þarf aðeins að finna út úr. Þú talaðir hérna áðan einmitt að þú brennir fyrir þessa ákveðnu hópa og við ætlum ekki að fara yfir það aftur, en svona ef þú horfir nú á
komin á þennan aldur, hvernig finnst þér svona íslenskt þjóðfélag vera í dag? Heilt yfir. Það er ekki fullkomið, við vitum það. Ísland er dásamlegt land. Dásamlegt land? Já, og við vitum ekki hvað við höfum það gott. Ég er búinn að vera erlendis mikið, ég er búinn að koma til yfir 50 landa og ég hef séð þvílíka fátækt og allt þar á milli og við á Íslandi, við höfum raunverulega allt til alls og enda sérðu sko hvað við erum áberandi jafnvel í heimspressunni, skilur því Ísland er gott land. En ertu þá sammála um það samt sem áður að gæðunum sé kannski misskipt? Sjálfsögðu. Og þar þurfum við að gera betur? Já, Hér geta allir haft það gott? Hinn ríku verður ríkari og fátæku verður fátækari, það er bara lögmál. Já. Og það þarf að finna út úr því hvernig hægt er að jafna það eins. Já. Ekki það að auðvitað verða einhverjir að vera ríki, það er bara eðli málsins, skilurðu, en hinir eigi ekki endilega þurfa að vera fátækir. Nei. Og þessu viltu breyta? Já, sjálfsögðu. Já, nákvæmlega. Já. Það verður gaman að fylgjast með. Já, mjög spenntur. En þetta verður ekki bara skemmtilegt? Áfram veginn. Áfram veginn? Já. Flokkur fólksins? Flokkur fólksins. Fólki fyrst? Flokki fyrst, áfram veginn. Já. Ég er til í það. Já. Það er nefnilega það. Tommi, eigum að segja Tommi Tómahafrúkur eða bara Tommi bara? Tómas Andrés Tómasson? Tommi Flokki fólksins. Í Flokki fólksins. Tommi Flokki fólksins. Já, það er ekki bara. Segjum það bara hérna. Okay. Tommi Flokki fólksins. Já. Það var mjög gaman að fá þig hingað til okkur í dag. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Og ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson, ágætu áhorfendur, og þið eruð að horfa hér á sunnudagsspjall Flokks fólksins og þessu er streymt beint á Facebook síðu Flokksins og verður síðan sett á netið og haft á netinu og kannski vinnum við eitthvað meira úr þessu viðtali sem við höfum átt hér núna í þennan hálftíma. Við ætlum svo að vera hér aftur eftir viku og kynna þá til leiks aðra væntanlega frambjóðendur Flokksins í komandi þingkosningum. Við viljum hins vegar svo líka þá hvetja ykkur, nota tækifærið hér til að hvetja ykkur til að fylgjast með störfum þingmanna okkar á Alþingi. Þau eru mjög dugleg bæði tvö, Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Og það er að koma frá því núna áhugaverð frumvarp sem við vonandi munum geta líka kynnt hér á þessum vettvangi. En þangað til þá óska ég ykkur bara öllum góðs sunnudags og góðrar viku og við sjáumst síðar. Takk fyrir okkur.